Já, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis og húsnæðisverð það rýkur upp og það alltaf dýrar og dýrar að eignast fasteign, sérstaklega fyrir fyrstu kaupendur, en margir foreldrar er líka svona að velta fyrir sér hvernig þetta spara fyrir útborgun hjá Kaupmannahúsinu. Já, nú ég 2 börn og ég uggandi yfir framtíðina að þurfa að fara að móka út 100-200 milljónum í útborgun á einhverju blokkaríbúð sem mun kosta þá milljarð eða 2. En við þurfum að maður þarf að byrja að snemma að spara, setja til hliðar. Já. Og það eru til úrræði og vörur hjá bönkunum sem að heitir einhvers konar framtíðarsparnaður eða eitthvað slíkt sem er þá fastur verðtryggður reikningur. Já. Sem hljómar voðalega vel á blaði. Já. En svo hvað? Hann er komin til okkar, hann Björn Berg, fjármálaráðgjafi. Svo hvað? Já, svo bara á 18 ára afmælisdaginn og þá mega mamma og pabbi gera það. Það er bara partí. Það er bara partí og krakkarnir bara, nota peningin. Þetta er hættan. Þetta er hættan við það að þetta er bara menningin hér á Íslandi er að svona hefur fólk verið að safna fyrir börnin sín. Já. Fyrst og fremst, held ég bara langsamlega algengasti barnasparnaðurinn að hann fer inn á þessa framtíðarreikninga. Og þeir eru ljómandi fínir hvað þetta varðar að þeir eru verðtryggðir þannig að þeir halda verðgildi sínu og foreldrar eru fullvissir þess að þegar penningun er lagður inn að þá allavega rýrnar hann ekki verðbólgunni og svo þegar barnið eru orðið 18 ára að þá er spurningin fær fjárráð og þessi penningur losnar að er þetta þá bara daginn fyrir afmælið eða mánuði fyrir eða ári fyrir eða daginn eftir eða hvenær er samtalið tekið þar sem að foreldrarnir grátbiðja barnið sitt að nota þetta nú í að kaupa sér íbúð ef það var ætlunin. Já. Eða er þetta peningur sem átt að nota til þess að þurfa ekki að taka námslán, hvers vegna var verið að leggja þetta fyrir. Og þetta er kannski svolítið erfitt þegar þú ert að ræða við 18 ára krakka sem er ekki búið að undirbúa almennilega. Ekki alveg með þroskaðan framheila? Ekki kannski alveg nógu þroskað einmitt í það að vera allt í einu fjárráð á einum degi og taka við öllum þessum peningum og þess vegna standa margir foreldrar frammi fyrir því sem fara að hugsa þetta kannski aðeins fyrir hvort að þetta sé yfir höfuð besta leiðin til að safna fyrir börn. Hvað annað er í boði? Hvað er að gera annað en að hafa svona fínan verðtryggðan reikning? Sko það eru nokkra leiði færar í þessu. Ég myndi segja langsamlega besta leiðin til þess að tryggja það að barnið geti keypt sér íbúð er að kenna barninu sjálfu að spara þegar það kemur. Kenna því vinnusýðferði, að vinna með skóla, leggja mikið að þessu fyrir, að eyða ekki öllu sem kemur inn og þar fram til göttunum. Bara þessi svona grunn viðhorf til peninga, skýr og einföld prinsip og að leggja mikið fyrir. Og þetta og börnin þurfa mikla aðstoð við þetta. Af því að þau kunnið ekki til að byrja með, það fæðist ekki með þessa færni. Þannig að mamma og pappi hjálpa til við þetta, kenna þeim að vinna, kenna hversu mikið þarf að leggja fyrir, kenna þeim að reikna þetta út, sýna þeim í hvað stefnir og þarna getur barnið þá sjálft verið að safna. Það þarf að skrá sig í viðbótalífeyrissparnað og fá þar líka skattfrjálsa peninga í útborgunina. Þetta getur verið ákveðin grunnur, kannski ekki nóg, en þetta getur verið ákveðin grunnur. En hvað ef að foreldrarnir vilja síðan sjálfur eins og þið eru þá að vísa í foreldrarnir vilja sjálfur leggja sína peninga í sparnað sem verður fyrir börnin síðar svo börnin geti fjárfest íbúð. Já, til þess að koma í veg fyrir þessa eyðslu þarna mögulega við 18 ára aldur. Akkurat. Þá er ef þú ætlar þá ekki að setja þetta inn á kennitölu barnsins og beita öllum mögulega ráðum til þess að barnið sé bara tilbúið og full þroskað og fullorðið þegar þessu kemur að þá þurfa foreldrar að spara á sínu eigin nafni og ég hef mikið verið að hvetja fólk til þess að gera það hafðu sparnaðin bara á þínu eigin nafni og safnaðu þá komum við að ákveðnu leiðindum það kemur skattur á það ekki? Jú og það ég held að það hljóti öllum að finnast það asnalegt að við séum held ég bara eina landið af þeim sem ég hef skoðað það sem er bannað að gefa peninga. Það er bannað að gefa peningu í Íslandi. Já. Og þá spyrir maður, en nú erum við hjónin búin að borga okkar skatta af þessum peningum, við erum búin að vera ávaxtað á með himin 22% fjármagnstekjuskatni að nafnávöxtun, ekki að raunávöxtun, að nafnávöxtun. Við erum búin að vera að borga alla skatta af þessu. Núna erum við komið með 4 milljónir sem við ætlum að gefa barninu okkar og þá kemur fjármálaráðherra og tekur af því peninga. Af því að lögin segja að það sé megi ekki gefa peninga nema að borga af þeim tekjuskatt og útsvar þannig alltaf vel 43,6% bara næstu í helmingur sem fer 46,3 já næstu í helmingurum fer þá bara í skatt hvað gerum við þá? Hvað er best að gera? Já þá segir skatturinn og aðrir já þá er til leið til þess að gera þetta sem er fyrirframgreiddur arfur en þá er samt þannig að þegar þú ætlar að hjálpa barninu þínu þá kemur ríkið og segir hægan tekur 10% af fjárhæðinni
og setur bara í eitthvað annað, tekur 10% af fjárhæðinni sem barnið á að fá, af því að það er 10% erfðafjárskattur við fyrirframgreiddan arf og við erum ekki með neinn frítekjum skattfrelsismörk í þessu. Flest önnur lönd eru þannig að foreldrar mega hjálpa börnunum sínum, en það má ekki á Íslandi nema að borga skatt af því. Þá þarf maður að vega þetta. Er þetta samt ekki þess virði? Er það samt ekki þess virði? Við kingjum þessum 10% skatti eða vonum að þessi verður nú bara breytt. Þetta eru þetta algjörlega fyrir neðan allar hellur, þetta sé svona algjörlega fráleit ráðstöfun og vonum bara að þessu verður kippt í liðin og fólk megi ráðstafa sínum peningum til barnanna sína ef það vill. Er það ekki betra en að barnið hafi aðgengi á öllu við 18 ára aldurinn? Vegna þess að þá geta foreldrarnir ákveðið sjálfur. Nú er komin tími til þess að við ætlum að mæta þér hérna með þessu styrk til þess að þú getur farið í nám eða keyptir íbúð. En það sem gerist líka, sem er svo mikilvægt í þessu, er að þetta getur hjálpað foreldrunum að ákveðnu leyti við uppeldið. Það er að segja það þarf ekki að láta börnin vita að það sé verið að safna. En á ákveðnu tímapunkti, þegar við erum öll klárið þetta spjall, er þetta að segja við barnið, einhvern tíma vilt þú flytja heiman. Það kostar heil mikið. Ef þú ert ferlega dugleg að spara og ferði vinnuna og leggur svona mikið fyrir, þá getur við verið með svona háa fjárhæð þegar hún er þessum aldri, þá skulum við koma hérna með peninga á móti. Og þá er þetta orðið samkomulag, en þá er líka eins gott fyrir barnið að hegða sér og spara og leggja sér fram, vegna þess að annars fær það ekki peningana. Þetta er mikill og góður og heilbrigður hvati fyrir barnið. Þannig þetta er aðalega bara náttúrulega að barnið læri á fjármálalæsi og svona. Hugsið ykkur ef við værum nú bara með skólakerfi sem að geti kannski tekið þetta svona hálfpartina að sér líka með foreldrum. Ég meina, er þetta ekki, ég man svona nóg mikið eftir minni grunnskóla og menntaskóla göngu að muna það var bara eiginlega ekki talað þetta, ekki skatta eða vexti eða eitt neitt. Og hvað þá vaxtavexti? Og vaxtavexti og allt verðtryggingu og svona. Er staðan eins í dag? Þú kannski veist meira um þetta en ég. Hún er skárri. Já, þetta er aðeins, það er svona smá blæbrigðamunur á milli skóla, hvernig þeir nýta ákveðin sveigleika sem þeir hafa til þess að koma þessu inn í skólana. Það er meira um þetta en áður, en ég held að það sama gildi samt sem áður alltaf, að foreldrar sem eru að velta þessu fyrir sér og eru að hlusta á svona, verða að hnippa svolítið í sig þegar þau eru farin að kenna skólunum ég vil, það er fátt sem ég vil meira en að þetta sé aukið í skólanum, svo sannarlega, en á meðan svo er ekki, þá verða foreldrarnir að sjá þetta. Þetta er bara partur og eðlilegu uppeldi barna að þau séu alin uppvarandi peninga. Akkurat. Og þá snýst þetta fyrst og fremst heilbrigð grunnviðhorf til peninga. Við veðjum ekki, við tökum ekki lán, nema þá í undantekningartilfellum, við eyðum ekki öllu sem við þénum og allt þetta. Og við þurfum að kenna kaupum lottó stundum aðeins. Helst ekki. Stundum einn og einn lottó með það, hann að styrkja. Já, ef við viljum hann er áttfaldur. Kenna börnum að styrkja og vera góð við annað fólk og leggja allir góð smálefnis, en að þau alist upp og fái þetta með móðurmjólkinni og þroskist svona. Og við kennum þeim og höldum utan um þau og vörðum svona leiðina í þessum sparnaði þeirra og svona praktíst, þá mælum þú með hverju? Praktíst hef ég mælt með því að ef að foreldrar vilja vera að leggja fyrir til íbúð og kaupa fyrir börnin sín, að foreldrar gerir það helst á sinni kennitölu. Ég er ekki að tala um það að barni megi ekki gema fermingarpeningana sína og í nafni. Ég er alls ekki að segja neitt slíkt, en ef foreldrar vilja það, þá er svo mikið verðmæti í því að geta gripið í þetta tromp þegar krakkin er 20 eða hvað það er. Að bættu ofan á þeirra sparnað. Já, og sett upp þetta samkomulag og hvatt barnið í rétta átt og sýnt því svona hvað það getur fengið ef það hegða sér skynsamlega og vel. Það er svo mikil hjálp í þessu að ég myndi gera það. Ef við erum hins vegar að tala um að leggja fyrir í mjög langan tíma, þá er einn vinkill í viðbót sem að ég myndi hvetja fólk til þess að kynna sér, sem er í rauninni tímavirði peninga og áhrif góðrar ávöxtunar þegar verið er að ávöxta peninga í mjög langan tíma. Ef nýfætt barn er komið í heiminn núna og einhver er að byrja að leggja fyrir, nú ætlum ég að setja þetta 5.000 skall á mánuði, 10.000 skall á mánuði til 25 ára, eða hvað það er þegar barnið ætlar að kaupa sér. Bankabækur er ekki gerðar til þess að ávöxta peninga í 25 ára. Akkurat. Og þá er í rauninni skólabækurnar og svona kerfið er í rauninni að íta fólki þá í fjárfestingar sem ætti að gefa verulega mikið betri ávöxtun, en þá þarf fólk að vita hvað það er að gera. Þannig að það gæti fyllt í ákveðin vinna að ætla að gera þetta vel. Framtíðarreikningarnir er ekkert slæmir, þeir eru verðtryggðir og stöðugir og við skiljum það og þeir eru einfaldir, en þeir eru ekki ætlaðir til þess að gefa góða ávöxtun til langstíma. Þannig að þú myndir mæla með
mér heyrist sjóðum einhverju slíku S&P 500 og allt hvað þetta heitir Ég myndi ekki fara svo langt að mæla með einhverju svona almennt vegna þess að það bara svo misjant hvað fólk til í það alveg hluti fólks hefur bara hreinlega ekki magan í verðbréf yfir höfuð vegna þess að sveiflur geta verið það mikla sveiflur eru fullkomlega eðlilegar ár það sem allt fyrir niður 15% ekkert óeðlilegt en það þola það ekki allir og þá á fólk ekki að koma nálægt svona löguð og getur liðið verulega illa með það að sjá peningabarnina sinna lækka en mér finnst að allir eigi að kynna sér þetta og læra þetta og taka síðan upplýsta ákvörðun hvernig best væri að koma þessu fyrir. Akkurat. Ég held að setjum punktinn hér, Björn Berg, fjármálaráðgjafi, bara kæra þakki fyrir að koma pottet eftir að grípa þig aftur. Við höfum fullt af spurningum ennþá við höfum ekki lengri tíma í bilið. Kæra þakkir. Takk.